Hér sjáum við að ég búin að opna konu sem heitir Prufa hreyfing. Hérna eru fliparnir sem ég get flett. Þetta baseline svona aldur, hæð og þyngd, svona ekkert mjög merkilegt. Ef ég ýti hérna á til dæmis þyngdin hennar, ef hún hefur farið í fleiri en eina mælingu, myndu standa hérna current og previous. Við myndum sjá munin á milli seinustu tveggja mælinga. Ég fer í composition og þá sé ég vöðva, vatn, fitu og bein. Og þetta svolítið svona eins og umferðarljósin. Það gott að vera grænn og ekki gott að vera rauður. Hérna hún 64% af vöðvum og svona ljósgræn. Dreifnin af vöðvunum eins og hér milli handleggja 2 kg 1,9, fætur 7,4, 7,4. Þannig hún mjög jafna dreifing á milli hægri og vinstri í vöðvamassan. Vatnið hennar, heildarvatnsmagnið fínt, nálægt 50%. Við viljum vera 45% eða meira. Hérna eru báðir hringirnir vel grænir sem þýðir að hún með ágætt jafnvægi milli utanfrumu og innanfrumu vökva. Ef hún væri lág í vatni, til dæmis með gulan hring hérna fyrir utan, þá gæti verið að hún drekki ekki nógu mikið vatn. En það sem líklegasta ástæðan líka að hún sé þá kannski með ekki gott hlutfall á milli vöðva og fitu, að því vöðvar eru 70% vatn og fita 10% vatn. Þannig að bara við það að fá meiri vöðva þá eykst vatnið í líkamanum. Þannig að það hollt að vera með meira vatn út af líffæranum og allri starfsemi í líkamanum. Hér fitan 32% og hún svona smá gul í fitunni og þið sjáið á kortinu á veggnum hjá Bodytrax-tækinu, þá flott kort yfir fituprósentuna, hvort hún sé heilbrigð eða aðeins svo mikil eða aðeins undir. Hérna sjáum við fitudreifinguna, hún mjög lík. Beinin eru 2,3 kg. Ef að þessi kona fær til dæmis meiri vöðva sem að toga í beinin, þá eykst aðeins beinþyngdin. Þannig að beinþyngdin, það gott að fylgjast með henni, sérstaklega ef maður kannski komin yfir 50 ára, að við viljum ekki sjá að við séum að missa beinþyngd. Hér sjáum við niðurstöðum innyflafituna. Hérna hún 2, 1 upp í 12 í lagi. Ef maður komin yfir 12, þá hætta á svona lífsstílssjúkdómum, hjart- og æðasjúkdómum og sykursýki 2. Þessi tala hefur líka smá að gera með aldur. Þetta mjög ung kona, við sáum hérna sem við erum að skoða, hún tvítug, hérna, hún 20 ára. Þannig að hún sé með hérna 2 í innyflafitu mjög fínt fyrir hana. Ef hún væri kannski 50 ára, þá væri að vera með 4 og 5 flott tala. Þannig að þessi tala fer svolítið eftir aldri, en við viljum hafa hana eins lága og við getum. Tölvan segir að þessi 20 kona sé svona eins og 30 ára. Þannig að hún ætti að vera með aðeins meiri vöðvamassa og minni fitu til að vera svona eins og 20 ára. En þessi tölva nú góð að hún fljóta yngja mann ef maður bæti sig aðeins. Muscle score svona vöðvaskorið, segir svona hvað maður sterkur. Hún fær töluna 13 af 24 sem svona svolítið milli. Ef hún væri mjög sterk þá væri hún kannski í 19 af 24. Hér brennslan hennar. Hún brennir 1400 kaloríum án þess að gera neitt. Bara við að liggja upp í sófa og gera ekki neitt. Strax hún fer að vinna eða elda, taka til heimi á sér, þá hún kannski komin í 1600 kaloríur. Og svo kannski þegar hún fer að æfa líka, þá þetta orðið 1800 kaloríur. Þannig að það skiptir öllu máli hvað við gerum, hvað við brennum mikið. Hér sjáum við svo niðurstöðuna. Hér hún, punkturinn hennar. Þetta fitan upp og niður og vöðvarnir hérna. Vöðvar á X-ás og fitan á Y-ás. Þannig að hérna hún að detta inn í grænasvæði. Það best að vera í grænasvæðinu. Og ef við erum hérna uppi í rauða, þá ef fitan fyrir niður, þá komumst við niður í græna. Ef við erum hérna megin, þá verðum við að fá meiri vöðva til að komast yfir í grænasvæði. Og þeir sem eru búin að fara í fleiri en eina mælingu, þá raðast upp hérna mælingarnar
og við getum klikkað hérna, smellt á dagsetningarnar og séð hvar við vorum á hverjum tíma. Fjólubláa línan hér sýnir að markmiðin sem hún setti sér. Síðan hægt að fara hérna inn og velja sér markmið. Þá ýtir maður hérna flipana, fituprósentuna til dæmis og set your goals, þá ýti ég á og þá get ég valið hérna, hún var 32%, hún komið með markmið 30, sem ég ætla að hafa markmið 28, þá birtist það hérna fjólublátt og svo ger ég done. Þannig hérna getið þið sett ykkur markmið. Þá segi ég bara skemmtið ykkur vel.